Hæ, ég heiti Viktoría. Ég iðnaðarverkfræðingur og hef starfað í svona stöðumumbótum í yfir 10 ár og í dag langar mig aðeins að fara yfir hvað þetta A3 er. Nú, hvað vísar A3 í? Það vísar í stærð blaðsins A3 og það tala það að maður eigi ekki að fara yfir eina A3 síðu þegar maður er að leysa vandamál eða stýra verkefni. Og í dag ætla ég aðeins að fara yfir hvernig það lítur út. Í raun má segja að A3 sé saga á einu blaði. Þar eigum við að koma og finna allar upplýsingar sem við þurfum á því að halda þetta verkefni eða vandamál eða stöðu á verkefni. Það er ekkert rangt sniðmát til af A3 en allir A3 þeir fara í gegnum PDCA-hringinn. Það verður að vera samhengi á milli allra þátta í þristinum og hann verður að fara á milli hluta þannig að ef við klárum einn hluta þá vitum við að við erum ennþá að tala næsta hluta í lokin. Það er oft talað 3 gerðir af þristum: verkefnaþrist, vandamálaþrist og stöðuþrist. Helsti munurinn sem liggur í þessu er, það er munur á sniðmótunum sem til eru, en munurinn liggur helst í því hversu mikið þeir fara í hvern hluta í PDCA-hringnum. Þannig að í vandamálaþristum er til dæmis mjög mikil áhersla lögð á planhlutan, meðan í stöðuþristi er mjög mikil áhersla lögð á check og act. Af hverju á maður að nota A3? Mér persónulega finnst best að nota A3 vegna þess að þarna ertu með allar þær upplýsingar sem þú þarft á einni hendi. Þannig að þú þarft ekki að vera að leita í einhverjum löngum PowerPoint-skjölum, það er bara allt sem þú þarft á einum stað. Og í raun má segja að þú sért að finna þessu upplýsingarnar vegna þess að þú ert að taka í burtu þar sem þú þarft ekki og er óþarfi. Það er líka hægt að nota þetta til þess að við séum að tala saman tungumáli, þannig við förum alltaf í gegnum sömu skrefin. En umfram allt, það sem ég finnst best við A3 er að þetta er hnitmiðað. Þegar ég bý til A3 þá kalla ég alla sem koma að verkefninu eða vandamálinu og við í rauninni gerum hann saman. Ég geri A3 ekki ein, þannig gerir maður ekki A3. Og verkefnahópurinn vinnur þetta saman og svo er hann að koma og hittast og fara yfir aðgerðarnar og mælingarnar og í rauninni halda utan verkefni þannig. Og síðan er þristinum í rauninni ekki lokað fyrir að mælikvarðarnir hafa sýnt að þeir eru búin að ná því fram sem þeir ætla að gera og það er stöðuleiki. Núna ætla ég að fara í gegnum svona mjög gróflega hvernig vandamálaþristur er, verkefnaþristur og stöðuþristur. Og ég hvet ykkur bara til þess að fara og prófa. Mér finnst mjög gott að hafa stöðlut template fyrir þá sem er að byrja. En þegar ég fer sjálf út að gera A3 að þá er ég bara með tómt hvítt blað vegna þess að ég veit ekki alveg hversu stóran part ég ætla að nota í greiningu eða hversu stóran part þarf fyrir aðgerðaáætlun mína. Þannig að ég geri minn þrist vanlega bara með blað og blýanti og er að stróka út. Það eru líka til sniðmát og þið getið til dæmis downloada sniðmátum á lean.is síðan okkar. Þannig farið núna, gerið A3 og bara gangi ykkur vel!